Við komum okkur saman það að við það sem að við höfum kannski alist upp við daminni först og þá fái gamli kallinn að byrja. Stefán Pálsson opnaði þetta í rauninni að vísa til sagnfræðinnar hér, þá ætla ég að leyfa mér að gera það líka og vitna í orð sem að höfð eru eftir bresk-írska stjórnmálamanninum og sagnfræðingnum Edmund Burke, sennilega seint á 18. öld eða í byrjun 19. aldar, þegar hann sagður hafa sagt all that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Og þannig það kannski akkurat núna við horfum fram á umbreytingar í heimi sem að við endilega ekkert myndum vilja sjá. Og Þórdís Kolbrún, hún hefur margoft, ég ætla að vísa yfir til þín, talað nauðsyn þess að virða lög og reglur, ekki síst fyrir okkur þessa litlu. Já, takk. Þetta ótrúlega góð tilvitnun og ég held að reyni mjög verulega á hana núna og ég fyrir okkur sem hér erum og þetta búið að fara yfir alls konar spennandi efni, fyrirlestra, framtíðina og hérna var Andri Snær nefndur og fegurðin í því og styrkurinn í því að geta sagt sögur. En ég held að við lifum þannig tíma að hvert og eitt okkar, sama hvað við erum að fást við í lífinu, hugsum hvað get ég gert á svona umbreytingatímum og þegar að hlutirnir virðast vera að malla miklu frekar í ranga átt heldur en rétta. Af því að eins og margir hafa bent á og Timothy Snyder til að mynda gerir mjög oft, að ef við öll gerum eitthvað, að þá það sem getur komið í veg fyrir að hið versta raungerist. En ef við horfum á þannig að þetta sé of stórt og of vont og of langt í burtu og við erum bara hvert og eitt okkar að lifa okkar dag, að þá það hið illa sem mun komast upp með það sem þau að reyna að gera. Og ég held fyrir okkur hér, eins og þetta búið að benda á mörg góð dæmi, að þá líka ótrúlega mikilvægt og þótt ég sé almennt einhvern veginn mjög svona eitthvað þung í öllum mínum málflutningi, að þá af ástæðu, að þá ótrúlega mikilvægt að við minnum okkur líka á allt það góða. Þú veist, bara það að fá að vera til, fegurðina í hinu smáa og hvað við eigum hér í íslensku samfélagi. Í öllum samanburði erum við fáránlega heppin og við höfum heilt yfir haldið nokkuð vel á málum, meðal annars vegna þess að við höfum verið í skjóli, kerfis, sem nú mögulega bara einfaldlega að brotna. Og það ótrúlega mikilvægt að minna sig á hvað við höfum og hvað þess virði að verja og berjast fyrir. Að vera, að vanda sig og skila sínu og vera virkur borgari í frjálsu samfélagi. Því það ekki allir sem fá að vera það og það ef að við of mörg gerum ekki neitt, þá á endanum verður það kannski of seint þegar okkur dettur í huga, það verður kannski þessi verið að fara að taka ykkur slægi og benda á svona kærleikann og hið góða og hvað sem þessi verið að berjast fyrir. Og það í öllu. Það var dæmis að minnum týnda köttinn sem fannst. Það var bara, þú veist, við höfum öll hlutverk að gegna og að það að reka samfélag kallar á að hvert og eitt okkar finna okkur hlutverk til þess að gera gagn í þessu samfélagi. Bæði okkar samfélagi, nær samfélagi, íslensku samfélagi og síðan samfélagi þjóðana. Já, það því miður ekki þannig að við lifum í hinum besta af öllum mögulegum hugsanlegum heimum eins og Voltaire skrifaði í Candide, birtingi hálfsátadeilu sinni á sínum tíma, en við megum ekki gleyma okkur í svartsýni þrátt fyrir það og ég tek undir með Þórdísi Kolbrúnu hér að hvert og eitt okkar hefur hlutverki að gegna við okkur, fyrir mér það eiginlega beinlínis skylda okkar hvers og eins að berjast fyrir því sem að við höfum, lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, frelsi einstaklingsins, þetta kom ekki af sjálfu sér. Og þetta getur horfið ef að við berjumst ekki fyrir því sjálf og munum það á hverjum einasta degi að þakka fyrir það að við búum í einu besta landi heimsins. En þrátt fyrir allt, eins og Hans Rosling skrifaði í Factfulness fyrir 10 árum síðan, heimurinn betri núna heldur en hann var fyrir 20, 40, 50 árum. Alveg rétt og ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að minna okkur á að allt sem við fáum að njóta miklu auðveldara að taka burt heldur en það var að berjast fyrir því og byggja það upp. Og það rétt sem hann sagði og ef við byrjum saman bara við mannkynssöguna að þá líka, þó það sé pínu dark, þá líka mikilvægt að minna sig á að
þessi velsæld heilt yfir og sérstaklega fyrir okkar heimshluta, okkur líður eins og þetta hafi verið í mjög langan tíma, þetta bara ein manns ævi og í raun undantekning frá svona mannkynssögunni. Þannig að suma daga líður mér eins og þetta sé einhvern veginn orðið eitthvað svona óhjákvæmilegt, þetta þurfi bara að verða verra til þess að við einhvern veginn föttum að þetta geti aftur orðið betra. En þó ég sé ekki alltaf bjartsýn, þá ég samt ennþá mjög vongóð, af því að ég veit að við getum gert það sem þarf til þess að koma í veg fyrir það. En til þess að gera það verðum við að sjá veruleikann eins og hann en ekki eins og við viljum hafa hann og við getum ekki talað einhvern veginn veruleikann eins og hann var fyrir 30 árum eða 50 eða jafnvel 10 eða jafnvel 3, mögulega jafnvel 1, heldur eins og hann raunverulega Takk fyrir okkur.